Já, sælverði og velkomin í Kalda pottinn. Gestur minn í dag, engin annar en Spessi, stórvinur minn. Velkomin, Spessi. Takk fyrir. Gott að sjá þig. En mér er svolítið aðrið að við skálum í Jesúlaði, af því að við tökum nú Jesú í hjarta sjálf. Já. Það er alltaf á sig Jesú bæn. Maður gefur svona bænabókan, ég var að spáði hvernig þetta kom henni inn en svo, nei, mér er ekki alveg það. Ég sé að það hefur passað inn í þetta. Já. En nafnið Spessi, hvernig verður þetta nafn til? Ég bara veit það ekki. Það er bara alltaf fyllt þér? Já, þetta er bara svona, það er bara fína var, fjara, 5, 6 ára eitthvað fólk, eða svona. En okkar kynslóðir voru að fengum alltaf svona styttingarnöfn. Já. Maður hættir að heyra þetta. En svo hættir maður nokkað þetta Gunnar Bjarni og það er bara notað Gunnar Bjarni. Já, einmitt. Ég heiti Mummi, Já. sem er stytting af Guðmundur. Já. En svo heiti ég ekki Guðmundur lengur. Nei. Hugsaðu það. Það er bara farið. En hvað, þú byrju ungu maður, fara vestan eða ekki? Jú. Ísafjörður. Ísafjörður. Og er það alveg mann fram manni? Nei, ekki alveg, sko, pabbi minn kemur að úr ætti á Vestmanni en mamma og amma og þau koma eru frá Snæfellsnesi og Ólasvík, þau voru svona yngri held ég, sko. Ættin kemur svolítið þaðan og síðan fluttu þau til Ísafjörður, sko, og eftir að þú fæðist, þá flyttu Nei, ég rekja söguna áður en, sko, ég fæðist, sko. Og síðan þau stödd á Ísafjörður bara og ég mamma mín átti mig þegar hún var svona 17-18 ára, sko, og þú veist, og þá var svona, hún var ekki gift, þú veist, var svona, ég svona lausalegsbarn, sko, og þannig að það hefur ekki verið svolítið erfitt fyrir hana, þú veist, litlu sveitafélagi. Ja, litlu sveitafélagi, og maðurinn var bara sjómaður og farinn og þú veist, og hún satt upp með ólétt og með barn og svo þegar svona 3 mánuði þá er hún búin að hitta annan mann og fer bara með honum, skildi mig bara eftir í ömmu. Já, og ætlaði svo alltaf að ná í mig seinna sem var aldrei úr. Þannig þú dalinn upp í ömmuðinni? Já, og afa. Á Ísafjörði? Á Ísafjörði. Ok. Líka það. Já, þetta var svona, þú veist, þetta var aðeins öðruvísi, sko, maður svona, þau voru líka svona verkafólk, sko, alveg bláfátað verkafólk og svona, það var eitthvað svona, að maður horfði til tilbaka, var það svona menningarlegt snobba, það var ekkert mikið, sko, stéttaskiptingin var svolítið svona menningarleg stéttaskipting, sko, ekki þeim, sko, það var engin sérstaklega ríkur á Ísafirði, skilur. Í hvernig þá menningarlega, þá, hvað við komum til vann við? Já, ég hugsa það svolítið, sko, þau voru náttúrulega verkafólk, sko, og tilheyrðu því svolítið, sko, og maður fann alveg fyrir, sko, maður var ekki svona fór að finna fyrir, sko, seinna meir, sko, eða svona hægt og rólega að maður var ekki alveg fyrsta pláss, sko, og var í svona, ég var settir í svona tossadekk sem var kallaði ljónagrifjan, sko. Og vantar ekki orðin á það. Nei, það var kallið ljónagrifjan og þar voru svona krakkar, sko, sem
komist ekki upp í gagnfráskólann og voru þá bara aftur, skilur, bara annan vetur í þessu bekk, þannig að það var vel að vera svona líta fólki niður, sko. Þannig ef þú féllst á einhverju árinu og fórst þá aftur í Já, sama ár? Allavega, þegar ég var í þessu bekk, ég var svona, frá 10. bekk, eða því á 10 ára og 11 ára, sko. Og þá voru nokkri sem voru búin að vera þarna, sko, í rauninni í 12 ára bekk, tvisvar eða eitthvað, sko. Já, ok. Og þannig að þetta voru bara menn sem voru bara með ADHD og lesblindir og hvað, whatever, skilur, og það var alltaf ekki krökkur var ekki hjálpa. Nú þetta bara bannað í dag, sko, og ég var sem þarna í þessu bekk og var svolítið stoltur að því í dag, sko. Já, góður. Já, svolítið En áttur erfitt með að læra þetta? Nei, svolítið, jú, ég held ég er örugglega með einhverja greiningar, sko, en ég er svona, ég hugsa sér eitthvað ofvirkur, sko, eða eitthvað, ég man eftir, sko, maður las allar þessar bókmenntir, Þorbjörn Þórðarson, las hann allan og þú veist, ég man að það var svolítið mikið mál fyrir mann að lesa þetta, sko, þegar maður svona, það er ekki að lesa alveg hálfa síðu, sko, þá var maður að hugsa eitthvað allt annað með, þá var maður að byrja aftur á síðunni, skilur, en maður lesi alveg hafa það, skilur. Svona athyglisbrestur. Já, og ég veit ekki alveg hvað þetta er kallað, og svo í dag þá náttúrulega maður, sko, og í dag þá nenni ég ekki þá svolítið mikið að lesa bækur, þú veist, að því ekki nema að sé eitthvað svona, eða svona einhver bók þannig hún fyrir eitthvað að lýsa þú veist, hvernig vindurinn feykir grasin og bla bla bla, þá bara á sóna ég alveg út í svoleiðis, einhver svona fagur eitthvað, það er að tala um svona vindurinn blæs í grasinu og blöðið blakt í og og sólinn brosti á móti sólinni og eitthvað svona, þá bara en ef eitthvað svona bara straight to the point, þá alveg Já, ég þekki þetta. Ég er lesblindur alveg og með athyglisbrest og allar bakan. Ég var einhvern veginn að lesa út og sjó Morgan Cain bæklunar. Þá sko, ég gat haldið athygli með eitthvað að gerast, en svo kom einmitt svona vindurinn eitthvað. Það var eitthvað svoleiðis í Morgan Cain? Já, það var svolítið þannig. Ég átti alltaf erfitt með það. Fagurbókmyndir, Morgan Cain. Ég held að það hefur verið skrifað einhverju nossara með kúrikadellu sem að skrifa þessar bækur. Þetta voru nú þekkta bækur á þessum tíma. Síðasta bók sem ég las svona sem var alveg bara, sem ég gæti bara að lesa alveg straight í gegn og bara alveg og stoppa aldrei. Og það var æfisaga Sonny Bartzer, Hells Angels, aðal svona, já, hann er svona, já, legend Hells Angels, sko, var þú veist, ég gæti lesið það alveg, það var bara alveg bara allt í gangi. Já, bara og ekkert verið eitthvað að tala um laufin eða neitt, sko. Og það var bara, hún voru sko, það var ekkert mál, ég bara las hana alveg bara. En hvað, veist, svo ertu þarna á Ísafirði, hvernig krakki varstu? Hvernig myndir lýsa Spessa á þessum árum? Fór mikið fyrir þér? Já, örugglega, sko. Já, mikið að slá, sko. Og góður í því, sko. Og var var mikið á langömmu minni, þú veist, hún lenti heima aðeins út fyrir bæinn og við vorum þar frændurnir, sko, hún var langömmu mín og ég átti 2 frændur, hún var amma þeirra, sko, og það var svolítið fínt að vera þar, sko, þá voru smíðuð bátar, voru það bara kannski allt sumari bara við sem það er í fjörinu og svona, og það var alveg það var drukkið kaffi maður og amma reykti rói fylltislausan, skilur, og
það farið. Og maður ætlar að koma inn á skónum og allt, sko. Ekkert vesinn. Það var ekki þessi rammi. Nei, og svona bara, og í fjöru. Og afi, langafi, sko, hann var smiður, sko, smíðaði húsið sitt svona, það var svona langt hús, sko. Hann bara, hélt áfram bara að smíða eftir hann. Lengdar bara. Já, hann fylgdist með spýtunum sem voru eða einhver drumbar rekin fjörðin, sko. Fylgdist það með hann og náði hann þegar hann kom í land og kom með hann heim, sko. Og úr þessu byggðan, þú veist, húsið og hirti einhverja trékassa og svona og komið það heim og hélt að byggja húsið og það var heilmikið málað að stela spýtum frá hann, skilur, í bátana. Hann fylgdist með, þetta úr haugnum mínu þessi spýta hérna í bátnum. Þetta spýtum. Það stendur þetta hús henni? Nei, bara í það. Haldi hvað Íslandssagan hefur breyst tíma? Já, það allar arfleiðir mínar þarna á Ísafirði búið að rífa, sko, öll húsið sem ég... Já, ok. Þetta var vastina. En hvað tók við? Það er ekki léli hús, sko. Hvað tók við? Bara hafið blá hafið eða afbrotaferill eða hvert fórstu með þetta? Já, sko... Ef þú ert á Ísafirði þá kanntu á skíðum og þú verður sjómaður. Það er bara alveg og ég var góður í hvoru, skilur, eða þú veist, fór aldrei djúpt inn í hvoru og en kann á skíði og fór á sjóin og það var náttúrulega svona bara menn voru á sjónum, sko, eins og margir annars sem voru með mér í ljónagrifni, bara þegar þeir voru búin að vera tvisvar í 12 ára bekk, þá bara voru þeir búin með skólaskyldur og fóru aldrei yfir í Gaggó, því þeir þurfti bara að vera bara í fyrstu og öðru bekk, sko. Í Gaggó þá voru búin með skólaskylduna og leið og þeir voru búin með það, þá bara hætti þeir og þeir hætti þá bara í barnaskólanum, fóru einmitt á sjóin, sko. Og þetta varð alveg, sko, miklu sjómenn, góði sjómenn, sko, og sjómenn voru náttúrulega hetjurnar, skilur. Þeir voru á fyllir og mann fannst það svolítið flott og svona fullir í bænum og maður hékk svolítið kringum það lið, þú veist, og svona sjoppur sem gengi í og svona. Og það var svona viðbúið með að þeir náttúrulega að fara á sjóin, sko, en síðan, sko, höfum að fara á sjóin og það var ekkert ekki þitt þing. Nei, það var ekki einhvern veginn mál, fannst það alltaf mikið mál og katt og svona, skilur. Það var úti bara sjórin, skvettist yfir bátinn, þú veist, og frost og svona, þetta var alveg svakalega. Já. Þetta var ekki þinn tepalli. Nei, þannig að það var svolítið svona vonbrigði svolítið, sko. Það var skulle ekki geta verið þessi sjómaður og svona, það var aðeins vonbrigði með það, sko. Þannig að ég var ekki... Og hvað varst þið að bauka þá eftir skóla? Það var bara alls konar, bara þvælast eitthvað, þú veist, klifur upp í einhverja hjalla, stela harfisk og bara whatever, skilur, og það var bara svona svolítið íþrótta á svona harfisk hjallar á Ísafirði, mikið af þeim, sko, út með hlíðinni. Það var alveg, sko, svona íþrótt að fara að stela harfisk. Keppnis íþrótt? Já, sko, það var menn fórum ef ekki fá okkur harfisk, sko, þú fórum við út með hlíðinni og kíktum inn í hjallana hvar og svona góður harfiskur, sko, og svo brutist við inn í hann, en fórum svolítið vallega að hvort það væri auðvelt að gera gat á netið og svo bara náði harfik sem maður myndi borða, skilur, bara þá
svo tveir harfiskar skilur, svo fórum við bara upp í hlíð og já, og það bara og horfði yfir fjörðin skilur og geta harfisk bara og svangir skilur og bara þetta var alveg vitað að krakka gerði þetta, en þetta var bara, það var aldrei enginn að stela eyðileggja, maður hafði ekki það í sér að vera eyðileggja bara til eyðileggja skilur. Nei. Og þetta var svona eins og bara skilur eins og til dæmis svona fínt að svo vorum við allir að smíða báta sko, það var svona bara áður vorum svona kannski 12 ára svo hættum við þeim fyrir gaggámar og mikið töffaði sko. En við smíðum hann báta sem við sveigðum alveg við inn og það var svona flatbotna og komið svona sko og með flatir á aftan og flatbotna og með kýli og svona og svo náðu við tjöru bara hjá malbygginu þú veist og suðum það þú veist alveg brættum það og heltum því bara í bátinn í allar rifur skilur og svo söktum við bátnum skilur og þá var hann alveg þéttur bara eftir hann var búin að vera í kafi í einhverja daga sko. Já, ok. Þá var hann tekinu upp og lotið þotnaði sko. Svo farið niður á höfn að hann voru sko og til að redda málningu skilur og þá valdi maður kannski bara Júlíus Geirmundsson skilur hafa blátt og hvítt skilur og þá stáluðu bara þeirri málningu skilur og svo var það einn bátinn leit og svo Júlíus Geirmundsson einn og svo Guggan skilur og það gátt allir koma bara séðan hvar við stáluðu málningu skilur en þetta var ekki neitt gert neitt í það þetta bara þótti bara samþykkt. Já, þetta var bara svona þegjandi samkomulag sko að það var ekkert verið að bara vera að redda sér málningu skilur á bátinn skilur og bara þetta var bara þetta leita alveg út bara það stáli nákvæmlega hvað allt kom skilur og það flott. Já, þannig að bauka inn í þau. Hvað gerðu svo þess að báta? Var þetta bara, voru það veiða eða? Nei, svo bara sildu rérum á sig bara yfir fjörðin og allt, ekki björgunarvesti eða neitt og byggum árar úr rám sem voru í harfiskjöldum. Það var svona herkantar sko, örgulega 2 tómur sem 2 tómur sko. Byggum til árar úr því og byggum til blöð á og tálguðum bara fyrir skemmti sko. Það er skemmtilegt. Já, þetta var skemmtilegt og það var mikið líf kring þetta og svo Þannig að það var enginn að hætta stíða ykkur með þetta. Nei. Þetta var bara samþykkt. Ekkert strákar að bauka. Já, bara En hvað tekur svo við? Og svo eldistu? Já, svo taka unglingsárum mitt. Jesús minn. Það svolítið þá fer svolítið að vera vesen sko. Og að ég byrja fljótlega sko að drekka svolítið mikið sko. Og líka þá en strax á unglingsárum þá kynntist ég svona mínum æsku vinum og sem ég ennþá þekki í dag og sem við hittist ennþá og ég myndi segja að það var svolítið svona bjargað mér svolítið að í gegnum síðan unglingsár sko, að því að við vorum svo samhentir sko, og góðir vinir sko, og að þannig að það svona vernda maður svolítið kannski fyrir jafnvel kannski einhelti einhvern veginn þegar maður hefði lett í einhverju svoli sko, maður var svona bara það sem ekki allir eiga góða víni á unglingsárum þegar svona þegar svona mikið í gangi hjá manni maður að komast á kynþroska svið og allt þetta sko, það allt bara í rugli hjá manni sko, en þá átti ég þessa rosalega fínu víni sko, sem í rauninni sko þetta er bjarga okkur öllum sko, kom allir frá þessi svona skrýtnum heimilum skilur líkur sækir líkan heim já, svona
Já, allir svolítið, já, svolítið svona mjög, svona, já, skrýttum heimilum, svona öðruvísi heimilum og og við vorum mikið saman og svona, og þú veist, bara, vorum alveg bara svona, já, bara svona, gengi, bara alveg vinir, sko, bara, ekki þetta eina, og vorum ekkert svona, og svolítið, gesta, sko, svona á Ísafirði, þá var náttúrulega, þegar þú erum 16 ára, sko, þá kemstu inn á böll og svona, þá ertu bara svona sveitaballa-stemning, sko. Og þá rauninni ekkert kynslóðabil, þú veist, þú ert bara að sukka, að drekka með bara, þú veist, öllum aldurshópum. Já, öllum aldurshópum, skilur, og sem svona allir reykjandi og svona, skilur, þeir bara reykja, þú veist, 13 ára, skilur, og það þótti ekkert það var ekkert big deal þá. Nei, og mann finnst það, ef maður sé svona unga krakkar reykja, finnst maður alveg hrikalegt og sjá það bara, wow. En miðað við okkar kynslóð, það bara allt annar tíðarandi, það bara allt annað að gerast í dag sem betur fer. Unglingar og fyllir í með öllu þorpinu. Já, algjörlega. Hljómar ekki brosa vel, svona. Hljómar ekki vel. Samt það líka fyrir jákvæmt þetta að ekki þetta kynslóðabil. Áfengi minnkaði í kynslóðabili. Það var allir saman á fyllir. Já, og svo líka bara, það svo líka bara til þess í vinnunni og eitthvað svona, þetta varði einhvern veginn, hún kynntist alveg gömlum mönnum og svona, skilur, og og ég þú veist að vinna með einhverjum gömlum kalli, skilur, Kristúsinu eða eitthvað. Það skapast alveg vinskapur þar. Já, eða svona, kannski beint vinskapur eða svona, þú veist, það bara, það virðing. Já, kynnið svona aðeins svona, já, og sjómenn þetta voru svolítið svona hetjurnar, sko, og svona, það var flottir, sko, og En hvað ertu lengi á Ísafirði? Þú flytur svo í borgina eða hvað? Já, svo flyt ég sko, svo ég sko, svo ég aðeins að drekka meir en jafnaldrar mín og þessi vini mínir. Og þannig ég fer svona svolítið að leita í næsta aldurstig fyrir ofan mig. Já. Og og þeir eru haldið að drekka meira þeir, sko, þetta 13, 14, 15 ára, sko. Og þannig ég fer fer svona 17 ára, 16-17 ára hætti ég bara þegar ég hætti bara í fjórða bekk í Gaggó, bara í prófunum bara það eitthvað fyllir ég bara með sjómunum sem var að koma á að verti vinum mínum og það enda með að ég enda bara í Hafnarfirði vinnu þar í Kristúsi og svo fyrsti færi og svo tilbaka, svo vorum sendir heim bara með frímerkjur á rassinum frá færi að gera nátt vitlist þar, sko. Svo var ég bara að vinna í 1-2 ár í Reykjavík og Keflavík, sjóin í Keflavík, já, það ekki verið svona 1 ári, kannski 1,5 ár sem það tók. Og svo fór ég aftur Ísafjarðar, var þar í 2-3-4 ár kannski, og svo fór ég aftur, flutti alfarið til Reykjavíkur 74. Nei, 77. Af hverju? Varst það að flýja? Já, það bara var einhvern veginn ekki til þröngt við á Ísafirði. Já, og svona svolítið þröngt og svona brjóta svolítið brýr á baki mér, skilur. Og henda bara sprengi fyrir aðtöfum og farin, skilur. Og hvað tekur við þú kemur í Borg Óttans? Hvað tók svo við þú kemur í Borg Óttans? Það var svolítið skrall. Já, svolítið veruleika tjekk, sko, bara allt komin mann
ekki að búa hjá vinkonu minni sem bjó í Grjótaþorpinu í Risi og íbúðin var öll svartmáluð og og gluggarnir svona og hurðarnir voru svona hurðarkarmar úr gullitaðir, gluggarnir líka og svo voru við að hlusta á vissi við hér plötuna með Pink Floyd það var bara hún kemur alltaf upp í hugan sko að því að vorum að hlusta á hana rosa mikið. Var þá blái reykurinn komin inn í þetta? Já, þá var maður að byrja að reykja hass og svona sko. Það var svona ég held ég það bara bjarga mér frá því að vera alkoholisti skilur þá var allt miklu rólegra aftur skilur en maður byrjaði að reykja grösing. Og hvernig var það? 74? Það var ekki rauðvelt. 77? Já. Það var ekki rauðvelt að finna efni þá? Jú, það var alveg ég var alltaf í bölvuvesinni með þetta allavega. Já, þetta var alveg ekkert mál en það var mál á Ísafirði. Það var alveg þetta átti að redda einhverju sunnan einhverju senda það til Ísafjarðar og smyglaði til Ísafjarðar. Já, í rauninni sko að það var eitt vinur minn sem vann á flugvöllum í Ísafjarði. Það uppljóst eða svona það var sko, það vann á flugvöllunum og þá fengu við sendingar hann að það bara einhver kom með einhver svona póka umslæði eitthvað og það ætti að fara bara í flugmannatöskuna á Ísafjarðarflugvöll. Svo þannig að flugmaðurinn hann komið stöffi bara til Ísafjarðar og svo fekk ég svo komið það umslag bara inn á afgreiðsluna hjá þá bara tók hann það var ekki neitt aðtöðverkið þetta var kannski eitthvað algengt og flugmaðurinn vissi náttúrulega ekkert hvað hann var að gera. Nei, þeir voru bara komið bara eðlilegt bara einhver vinnunni bara vantaði eitthvað á það. En það er náttúrulega líka svona litlu bæjarfélag að vissi náttúrulega allir hvað allir voru að gera raunverulega. Já, maður var alveg lítið hotnaður sko. Það var stóra dópið í þá daga, hassið. Já. Það var alveg bara skelfilegt. En annars sko þannig að Ísafirði sko eins og mörgum öðrum stöðum þá var læknadópið svolítið algengt. Það var bara allir á spýtti bara Ísafirði skilur Resept? Já, það bara gott allir í spýtt og var allir bara á spýtti bara og þannig að spýtti koma undan hassinu Ísafirði. En þetta spýtti var notað á fyrstu togurunum, menn voru bara með þetta í bókum. Já, ég menna þetta var bara svona megrunarlið skilur fyrir konur og og notaði seinni heimsstyrjöldinni og hernaði það var alltaf vakandi og varst að nota spýtt? Já, ég notaði það svolítið. Og hvernig endaði þetta? Hvernig var svo þróunin á þessu? Já, svo náttúrulega var kannski ekki alveg nógu mikið aðgengi að þessum efnum og svona og ég fór til Kristjáni að Kaupmannahafnar sko 76 og Kristjáni var svona bara eins og himnaríki þarna bara keypt bara hass bara bara út á götu og það bara raða upp fyrir bara hvað viltu þetta Líbanon, Marokko eða Afganistan skilur bara buffet komið bara buffet bara skilur og þannig að það var alltaf pæling að fara til eða svona hann fór bara sumarfrí 76 kemstu aftur Ísafjarðar og síðan fyrir til árið seinna til alþari til Reykjavíkur sko og það svona vinna ýmsa vinnur sko í Reykjavík. Ég var tíma í bakari og fann mér svolítið vel þar sko að vinna í bakari og þínir kallar sem áttu þetta bakari og
og ég var svo áhersamur, ég var fljótlega settur í að búa til fljótlega settur í að bara búa til öll brauðin, það bara uppskriftir, skilur, bara svona mikið, þetta bara svona mikið, en ég bara bjó til öll brauðin, sko, og það var kannski svona 6 gerðir af brauðum, sko, og hræði þetta í stóru, svakalega stóru svona hræði vel, sko, og miðjanótt, væntanlega. Já, byrja 6 á morgnana, sko. Bakar þess alltaf koma að ná í mig, skilur, það var dýrlega, það myndi alltaf ná í mig á morgnana, það banka klukkan, ég vaknaði aldrei, skilur, það var aldrei að sofa fyrir bara, þú veist, sittu síðan mér, sko. Og svo ég að gera þessi brauð og þá ég aðeins komin líka svona pælingu með einhver holt og eitthvað svona. Já. Og að breyta öllum uppskriftum. Breyta, minnka hveitið og eitthvað svona. Og alveg minnka. Þitt einsdæmi. Já, bara og svo fara brauðina að minnka. Sami vermið. Já, en þau eru alveg að þunga, bara ef það var minna hveitið þá bólnaði minna út, sko. Og þeir eru svolítið gaman að þessi bakarðir og sögðu bara, og svo komið kellingin þeirra á morgnana að ná í brauði, þetta var í Starmýrinni, skilju, og voru að kvarta, hvað ákveður brauðinu fyrir að minka, pyrrar yfir þessu, og þeir eru svolítið gaman að þessi eigendinir, og kölluðu bara að mig, þið eru bara að tala með að spessa, hann þetta niðri, og kölluðu að mig, og ég kem upp og þá bara ekki fullt af kellingum í búðinu, í bakariðinu, eitthvað, og þá hélt ég bara fyrir þetta það, skilur, hvað var í gangi, skilur. Og ég var, nú var bara að gera svona tilhörnum að minnka hveitið og svona. Að heilsufarsástæðum. Já, heilsufarsástæðum. Og líðið var svona bara, já, ok, bara og það alveg svona, já, fannst að sættist aðeins á þetta, sko. Og og svo var ég alltaf að gera tilhörn með svo bara mitt eigið brauð og alltaf lokin þegar ég búin að laga brauð þá gerði ég alltaf eina litla hræru með mín eigin brauði, sko, og svo ger ég þetta brauð, þú veist, og þetta var svona lítið brauð, þú veist, þetta var og í brauðin var svona, þetta var svona bara svona lungur, sko. Massíf. Já. Og þeim leist svolítið vel á þetta strákunum og við gerum nokkuð brauð, þú veist, 10 brauð og þau seldist upp bara og svo vorum við að gera svona 10 brauð á dagstund og svona annars slæði bara þegar svona, svo var ég alltaf að pressa við förum bara að gera þessi brauð og þá voru bara fransbrauð, heilkvitibrauð og rúgbrauð, var það ekki svo skólabrauð og það voru svona nokkuð og einhver fleira, sko, normalbrauð og og eitthvað svona brauð með korni og svona, og svo svo bara ákveð ok, gerum 100 brauð af þessi brauð og hvað er að kalla þessi brauð og þá var það ákveð að þetta er kallað spesbrauð. Spesbrauð. Já, og þetta var bara bakað og þetta var alveg bara mjög vinsælt brauð og síðan bakaði þetta bakari fyrir, sko, kökuhúsi niður í bæ sem var bara við Austurvöll og þessi brauð var alltaf selt þar og svo ég löngu hættur í bakari og það var alltaf til spesbrauð, skilur við ennþá, og það er mörgum árum seinna. Er þið ennþá til þeim? Nei, ekki lengur, sko. Þetta var alveg... Nafn á brauð, spesbrauð. Já. Og hvað? Og svo ferði gegnum bankaratímbilið. Og hvað tók svo við? Já, svo tók... Svo fer allt einhvern veginn í vitleysu og ég fer á Seyðisfjörð, það er í Loðnubrekku og alveg hillir Loðnuverki bara og
og ég orðið svona svolítið og þá verður maður svolítið streit sko, það bara alveg unnið bara alla daga og bara maður gisti bara á verbúð í loðnubrættunni skilur það var skilur bara allt bara unnið á vöktum sko. Og svo bara þegar vertin búin það var svona komið mægi eitthvað svona og ég átti vilt á pening og ég eitthvað svona óviss með veit ekkert hvað hvað var að gera svolítið líf og fannst svolítið bara einhvern veginn það var svolítið svona bara svolítið skýjað maður sá ekkert sjóndudringin það var ekkert beint bjart framundan það var ekkert svona eitthvað hvað myndi gera það var bara eiginlega svolítið vesinn eitthvað sukkið og eitthvað svona þannig ég ákvað bara kaupið mér sko bara vonveg ticket með smyrli til Norður Skotlands svo bara komið þangað bara með svona lítinn bakpoka og eitthvað svona og alltaf fara bara á puttunum eitthvað sko og svo fer ég bara á puttunum alveg suður innan England og til London og og maður í svolítið sulli og rugli þar og svona og svo fer maður til Frakklands bara með lest bara til Calais og svo með ferjun yfir og svo bara stattur alltaf veit já, eða maður hittur þetta alltaf einhvern leiðinu sko og og þá sko, ég var í þessari lest sko og og svo bara vaknaði bara svona út af einhverjum akri og eftir eitthvað skransið bara ég veist ekki alveg hvað það var skrans í lestinni sko heiti hvað lið þar og og allt dótið með þetta út allt eitthvað og ég bara það er bara eitthvað svona engin hvað og rosalega þunnur og bara heitt og vissi ekkert hvort ég væri komin til Frakklands eða hvar ég var sko og ég drasla mig saman og labba niður á veginn og labba svo eftir veginum skilur og kemur það svona fólki sem að finna ferskjur og ég beði að gefa mig ferskjur og þá fattaði ég kom til Frakkland það var tölur franskana og Vissur það, hafðir enga hugmynd að fara þessa leið yfir til Frakklands? Jú, ég var á leiðin í lestinni sko en hvort ég hafði verið sko var ennþá englandsmegin eða frakklandsmegin, það var ekki alveg víst og þegar ég vaknaði þarna svo tók bara þegar ekki langa stöðu stutt þá fór ég bara hinga og þanga bara niður til suður Frakklands og var á frönsku rifjerinni fram og tilbaka fór til Spánar og tilbaka aftur og og svo hann blankur þá fór ég svona að svona stefna á Kaupmannahöfn og fór bara alveg inn að þetta Kaupmannahafnar og bara niður í Kristjaníu á puttanum? Já komið niður í Kristjaníu maður og það bara annað fjör við rosa stuð sko bara ég var með þess og svo ég var að þrættum á kynntu svolítið mikið fólki á leiðin sko þú sést að vera á puttan þú ert alveg á svona sérstökum sko stað þú ert á bensínstöðum og þá hittir bara þannig fólk sem eru þar og svo og maður var aldrei neitt vissi ekki alveg hvert maður var að fara sko hittir einhver sem var skemmtilegur þá náði rauðvín á bensínstöðinni og sitið og svumlað og reykt kannski eitthvað og hann var að fara eitthvað skemmtilegt þá fór maður með honum eitthvað bara þú veist þangað og það var ekkert plan og svo menn fór með sinni og tónleika með Jeff Beck og Stanley Clarke bara niður á Montpellier einhvers þar sko og vel gert rosa skemmtilegt allt svona sem maður lenti í sko og svo á leiðinni til Kaupmannahafnar þá var ég að þræða svona bara
fólk sem ég hafa kynst frönsku yfirinni bara Þýskalandi, Sviss og blaðskilur og Hver svafstu svona? Ekki varst að kaupa þér hótelherbyggi? Nei, aldrei hótelherbyggi, ég svaf alltaf úti bara undir byrja heimni og þá var það með pæling sko í London reyndar svaf ég hóteli og svona og á England en þarna þegar komum þarna til Suður-Frakkland þá svaf maður alltaf úti og það var með svona pælingin sko ekki að bynda að sofna svona almanna færi skilur, þú veist, maður getur verið lamin í hausinn skilur, þannig að við einhverjum stöðum sem var ekki svona umferðum og ef var rigning þá var maður undir brúm og þá var fullt að liði þar skilur og svo bara fullt eldur þar og partí þar skilur og það var svolítið kósí stemning sko. Þetta svolítið love and peace svona. Já, þetta var akkurat það sko og lentur aldrei inn í vesinni, var þetta bara honky-dory? Honky-dory bara, ekkert vesin. Vel gert. Og endar upp í Kristjani með buffet. Já, svo maður bara náttúrulega blankur og svona, bara í svolítið tíma sko, en það bara, veist hitt einhvern sem átti brauð og eitthvað svona skilur svo annað sem átti stuð og þannig að var ekkert plan varst ekkert að hugsa það? Ekkert plan og varst ekki eins og með það nei. Svona í hugalund hvert ég að fara? Ekki neitt, það var alveg ekkert vissi ekki hvert ég var að fara í lífinu eða neitt, það var alveg bara ekki þetta sem fólk að praktísera í dag svo kallið núvitund? Þetta var algjörlega núvitund en þetta var svona það sko það var svolítið óþægilegt að maður vissi ekki alveg sko maður sá ekki sjóndeildarhringinn þú veist í dag þá lífi ég svolítið svona en ég sé sjóndeildarhringinn það bjart framöndan hver sem ég líf þú veist ég get gert alveg hvað sem hitt var svona að ég var ekki búin að átta mig hvað ég vildi verða eða neitt skilur og engar hugmyndur það að þið langaði að sérhafa einhvers staðar eða eitthvað? Nei, það var ekki svona ég hafði ekki svona mikla trú á sjálfum mér en hafði samt einhverja trú náttúrulega eða þú veist ég hafði alltaf einhverjum mjög stolt og svona, stolt af spessi og reif kjapp og svona þegar það þótti við hafa og þótti við hæfi þótti við hæfi og það þarf stundum og svo ég í Kaupmannahöfn í heilt ár, 1,5 ár og þar hitti marga mínum sko vinur sem ég á ennþá í dag sko. Þú Íslendingar þá? Já, Íslendingar og það var fullt af Íslendingum í Kaupmannahöfn. Jú. Allir á sósíalum. Allir á sósíalum. Þetta var svo merkilegt maður bara kom til Kaupmannahöfnar og við Kristjánu, já bara og hvað gera menn hérna og svona já það var bara að fá þér adressu þá þú þurfir að fara á sósíalinn og þá fekk ég bara adressu og svo bara þegar maður á sósíalinn fæ bara pening bara maður svo skrítið bara ég veit ekki hvað hefur verið mikið í dag sko hvort það væri 200 skall eða Ná til þess að varst ekki að svelta? Nei og það var borgað fyrir mér húsnæði, leigan og allt skilur Þetta allir verið sósíal Já og þetta var svo voru náttúrulega bara svona Íslendingar sem voru alveg í ruglunni þeir bara voru í þessu bara skilur Það eru kannski enn Já og En svo var nú eitthvað skrúa fyrir þetta var nú eitthvað stoppað Já ég held að þetta ekki eins gott í dag sko og Þannig að sósíalkerfið hefur dalað í Danmörku greinilega Já og það er dalað og
En hvað svo? Ég verið að kemur svo heim eða? Já, svo kemur til Íslands og og svona að stremma mig af, skilju, og Út af vímuefnum þá? Já, og svona. Og hvernig gekk það? Það gekk ekki alveg nógu vel, en samt svona, þú veist, náði haldið einhver svona munstri. Og ég var að vinna á barnaheimili alveg heilt ár, sko, og það gekk rosa vel, sú vinna, sko, og og svona var svona alveg maður er mjög stoltur af því að ég sagði bara, ég reyki aldrei í vinnunni með börnum. Nei. Það var að tala cannabis. Já, þetta var alveg svona bara svona smá stolt, sko, svona. Bara halda standart, fattur þú? Það verður bara heiðarlegum með þetta. Já, vera svona, þetta var svona, maður langaði að vera svolítið svona streit, skilur, svona svolítið svona ábyrgur, skilur, bara geta við. Það þótti svolítið flott að vera að vinna á barnaheimili og það var svolítið streit, og ég var mjög góður í því og ég blev að spæja kannski þetta bara að vera barnfóstur, og það var alveg svona pæling, og svo datt það fyrir, sko, fór maður ekki það og fór ég ennþá meiri svona vesen með lífið, skilur, út á drykkju og rugli, sko. Varstu farin að koma þér út úr húsi og svona út af því? Já, einmitt, bara hætti á barnaheimilinu og síðan fer ég bara í meðferð og Já, þessu á þá. Já. Varstu á Sýlingabúðum? Sýlingabúðum? Já, ok. Hvernig gekk það? Það var svolítið, sko, skrítið, 25 ára. Og það var ekkert algengt að menn var eitthvað. Það er meðferð þá, skilja, og svona. Það var svona nýtt. Já, og það var bara mjög langt leiddir alkohólistar sem fóru í meðferð og maður svona ekki alveg, sko, fannst það ekki vera alveg máli, sko. En svo 30 þá bara næ ég Það að snúa við blaðinu. Snúa við blaðinu. Hvað var til þess að snýra við blaðinu? Það bara endalausina, endalaus vonbrigði bara og endalausina svona kyrra einhverja veggi alltaf, skilur, bara leiðinda vandræðum. Þetta var svolítið bara, þetta var ekki, og bara, það var bara mikið óhamingja, það var ekkert, gekk ekkert upp, það var ekkert þetta gera neitt sem mér langaði til að gera, vissi ekki hvað mér langaði til, skilur. Það var svolítið svona snúist. Svo fer ég bara í iðnskóla og læri hitti ég ekki þig þar, hitti þig eftir, þú varst búin að vera, ég fór að læra svona offset ljósmyndum. Við snertumst nú heldur betur þar. Já, já. Og svo enda með einmitt, kláraði það, fór að vinna í skák, hitti þig þar. Við erum eiginlega búin að eiga svolítið samstíga götur, alla götur síðan. Já, og gera þetta vídeóspólu cover, og stöðum, var ekki því? Jú. Vídeóspólu. Það fyrir kannski eina mynd af John Wayne, hannaði kápu. Já, og þetta var bara hannað í rauninni bara í skeitinginu, skilur. Já. Þetta undanfari í Photoshop. Já. Það var alltaf ljósaborðum og í myrkraherbygging. Það var mjög flott, sko, flott pæling. Þannig við erum svona uppinnulega hönnuðinni þar. Já, og þetta var ég var á Mokkan líka, sko, í svona, hvað þetta var, í starfsnámi. Og starfsnámi þá í offset-ljósmyndun, eða þú veist, það var náttúrulega ekki tilskil, það var eitt bara offset-ljósmyndur bara sem var uppi, sem var að skanna og svona. En
En svo voru allir bara, og þetta var svolítið skemmtilegt í rauninni maður horfði tilbaka, sko, þessi myndavél sem myndaði allar myndirnar, skilur, fyrir blaðið, skilur. Þetta var bara svona heilt herbyggi. Já, maður fór bara inn í svona herbyggi, einu hurð, skilur, og það bara þú veist, og setti bara film á svona borð sem var með svona lofti sem soga hann að sér, skilur, og svo skellti maður upp, svo einhver annar fyrir utan sem setti myndina það, sko, Þetta var eiginlega myndir bara... á og satt hvað mörg prósent og stilti maður það, þú veist, maður bara inn í myndavélinni, skilur, bara Já. Það var bara risa myndavél. Já, annar fyrir utan að operetta þú hvað átt að mynda, sko. Já, og svo þurfti að rasta þetta til að fá... Já. Eitthvað, nú starfar þessi ljósmyndar í dag. Já. Þetta upphafið af því? Já, þetta var svona, kannski upphafið svona, ég fannst ég kannski geta lært að gert einhvað, skilur, svona koma út úr og aldrei enni trú að maður geti lært einhvað, að kannski mér gekk ekki svo vel í skóla að læra, skilur, samt alveg, þetta lært alveg, en samt svona einhvað, og svo þegar búinurinn með þetta nám, þá var ég 33 og þá fer ég til Hollands í nám, bara í ljósmyndunum. Já, reyna, sko, það var bara svona myndlistaskóli sem var bara í ljósmyndadeild, sko, og þar í eitt vetur og kemur svo heim og leti bara vinnu, bara sumarvinnu til að sveiga fyrir næsta vetri í skólanum, sko, og þá mér boðið svona vinnuvita hjá pressunni. Þá var nýjir aðilar að taka við pressunni. Var það Gunnar Smári, Kristján Þorvaldsson, Jón Óskar í layoutinu og allt svona bara rosa flott, þessi landsfræði blaðamenn sem voru þarna, það var svaka. En það smá sukk-fílingur af þessu? Já, það var samt svona... Það var samt nokkur hættir að drekka þarna, sko, okay. og þetta og ég fæ þessa vinnu. Það var bara ljósmyndir og bara heilu blaði, sko, og þar bara taka alla myndirnar, pranga alla filmur, gera alla myndirnar, prenta þær upp, skilur, myrkakompu og svo hröð vinna, sko, og þarna lærði ég svolítið mikið, sko, og þarna gæti ég bara, sko, nota eins mikið á filmum þú vildir og eins mikið á pappir og vildir, þú veist, til þess að prenta myndirnar og kompani og þannig að maður lærði það svona mikið að svona myrkakompuvinnu og var hann mjög góður í því, sko. En þú varst að fíla þig í þessu? Já, það alltaf bara komin við bara heilt blað sem svona einhverja portfóljó, bara alla myndir eftir mig og í blaðinu og það var gaman að skoða blaðið og maður fyrsta blaði sem kom út, sko, eða sem ég gerði, sko, spenningu, sko, það svona hjálpaði mér svolítið að komast á framfæri, sko, þótti svolítið fínar þessar myndir hjá mér, sko, ég var svolítið allt öðru í svona til aðri, sko, ég var aldrei með neitt svona, aldrei neitt flass, var aldrei blaða ljósmyndir að hverjum, sko, alltaf bara með myndavél og þrífót, skilur, og bara tókast bara allar myndir bara í svona available life, skilur, og það var alltaf öðruvísi, sko, og var að gera svona tilraunir, sko, í portir eitthvað svona, og það var bara að taka portir, þetta rauninni, enga fréttamyndir, og þannig að þetta var svolítið fínt, sko, alltaf forsíðmynd og forsíðin alltaf einhver viðtalsefni, sko. Þú tókst mynd af mér þá fyrir forsíðu pressuna?
Já, ég man til því. Ég sett á einhverju mótorhjóli eins og venjulega. Mótorsmiðan fyrir aftan, ég man til því. En þarna ertu búin að finna svolítið brautina þína. Já, þarna alveg búin að fatta hvað ég vil gera, skilur, og reyndar inn að byrja það í Kaupmannahöfn, því að þar fór ég að vinna, var ekki svo sem allan tíman, og var að vinna og keypti mér notaða myndavél og Canon FD einhver fyrir og undanfæri Canon F vélarina sko, prófvél sko, bara manual vél og svona sem linsum og svo var vinn mér sem þetta var svo kunni ljósmynd, hann kendi mér bara ákveðin hvernig myndavél virkar, þú veist, og ég skildi bara mjög fljótlega myndavél tími, hraði, ISO skilur og bara fatta þetta mjög fljótlega og þetta var bara greinilega alveg bara þannig að svo fer ég náttúrulega bara svo komið í Ísland og byrjað að vinna á pressunni og fara 1 ár í skóla líka þannig ég var svona fann alveg bara að í Kaupmannahöfn í rauninni sko, að þetta var sem ég vildi og svo bara ég pressunni í 2 ár og bæði árin þá vinn ég til verðlaun á blaða ljósmyndasýningunni fyrst var ég verðlaun fyrir portrait og svo verðlaun fyrir í svona opnum flokki og svo rekur Gunnar Smári þú veist, hann vildi fá einhvað annað lúk og þið rekin alveg bara með samtalinu? Já, bara þá var hann eitthvað vildi fá eitthvað gamalt lúk sem var á Helgapóstinum og réði þann ljósmyndar Dim Smart í staðinn fyrir mig og það var svolítið óþægilegt að upplifa það sko, að það gekk rosalega vel hjá mér skilur raunin og ég var mjög það var bara eitthvað annað lúk sem hann vildi þegar hvort að kannski var ég líka þannig ég var ekki til að gera allt sem ég ekki til að taka einhvern veginn svona mynd og komst undir frá blaðinu og væri mjög pirraður yfir því þegar einhver var að biðja mig að gera eitthvað ákveðið það var ekki. Þú ert náttúrulega listaspýra í hjartanu sko. Já, ég veit ekki það en það var ekki en svo þá bara allt í þetta bara þurfti að fara að standa á eigin fótum bara sem ljósmyndur og ég bara hopp út í þá laug og ég hef rauninni eftir þetta þegar hann rekur með hana þá hef ég ekkert unni á neinum eftir það. Og hefur sjálf það? Já. Þú er búin að gera flotta hluti sko. Já, og þannig að það svolítið gott sko, þó þetta hefur verið óþægilegt þá ég svolítið þakkláttur Smára sko, hann vissi ekki hvað hann var að gera hann var raunin að gera ekki mjög sniða hluti að reka mig skilur, ég var veldig góður en hann fattaði að það ekki alveg þá skilur, En myndinni drógu athygli? Já, ég spjaraði mig alveg sko og svo ég búin að vera í frílansvinnu sem var svolítið svona ósa erfitt og líka verið með stúdíó og eitthvað að reyna verktakabransi. Já, og byrjaði mig fljótlega að gera svona plötukofur sko. Og gerði eiginlega plötukofur fyrir allar helstu hljómsveitir landsins sko, allar stærstu sveitirnar sko. Sálnes, Jónsmýs og Nýtan og neymir og svo fannst mér þetta árið svolítið leiðilegt bara fannst ekki alveg mála að vera alltaf að vinna fyrir einhverja aðra og bara
Mér langaði að vera með svona listamaður, bara ekki að vinna mín eigin verk og helst gera bækur og svona og eina. Þannig að ég fer á ákvað bara að finna mér skóla, annan skóla og kíkja skóli í Ítalíu og í Antwerpen og var með svona möppur svona sem ég bara sýndi bara hvað ég búin að vera að gera og það fannst það svolítið skrítið á hverju að vera fara það ekki að fara í skóla, þú veist bara koma með það, hvað er þetta að fara í skóla? Ef þú verður bara að gera eitthvað svona á Ítalíu þá myndir ekki vera að fara í skóla, það var bara komin á kandidat. Já. Svo var ég skóli í Hollandi sem ég hafði frétta sem var svolítið að spá að fara í sem var í Austur-Hollandi sem heitir Aki og ég fer að kíkja þann skóla og það Sigurður Guðmundsson hafði verið prófessor þar og svona svolítið flottur skóli. Já, og þeim fannst ekki merkilegt að þeim voru að gera. Hvernig fór það með egoið? Þá valdi ég bara þennan skóla. Kannski hlýtur að geta ekki kennt mér eitthvað. Það er mjög hitt svo vonlust þegar eiginlega hinn vildi ekki fá með þeir þyrfti ekki að koma. En þessi þú ert endilega að koma, þú ert að læra eitthvað. Og lærður eitthvað? Já, það var alveg bara algjörlega málið. En hvað er svona að skauta yfir völlin? Hvað ertu búin að gefa út margar ljósmyndabækur? Ég er búin að gefa út heldina Benzín, Location, Kjúkleikurlund og Matur, fólk og pósthús og svo þessi nýja yfirlitsbókin sem Þjóðminjasafnið gaf út núna. Þetta er rosa síði. Já. Og þetta er mjög impressive, svona sletti. Já, og allt svona mjög svona progressíva bækur, þetta sko. Fyrsta bókin er Benzín, mynda allt flesta bensínstöðvar landsins. Ég sé hana á. Sem var svona rauninni sem svona sem svona, já, komur hlut á koppinn, þú veist, sýndi það verk á Kjarvalsstöðum 99 og svo í framhaldi af því fer ég til New York og þinn galleri þar sem til að sýna þetta og var fyrst með á samsýningu svo fekk ég einkasýningu í þessu galleri og verkina review í New York Times og seldi fullt af verkum, alveg bara seldi alla sýninguna skilur og bara fullt af söfnur og við keypti bara fullt af myndum þú veist, bara eitt safnari keypti bara 6 myndir skilur og þarna út í New York þá seldi ég bara svona stóra myndir, metri svona metir og það vildi allir svona stóra myndir og sem var alltaf mjög fínt sko, þetta var allt tekið og svona medium format vél, svona Hasselblad vélar sko, það var bara flott quality á þessu sko og þannig að já, svo er þetta er 2000 sem ég sýni þetta í New York og svo 9/11 kemur svo árið seinna, bara akkurat árið seinna eftir með einkasýninguna og það er náttúrulega eyðileggur algjörlega markaðinn, þú veist, listamarkaðinn í New York og bara alls staðar, skilur og svo sýni ég svo 2002 í Afturlýs galleri, þá náttúrulega líka bara vonlust að síða, það er bara engin sal og engin beint svona áhugi svolítið það var svolítið
í verk sem heitir sko, þá myndaði ég svona hluta tjaldstæðum út allt land og það var bara svona tóm tjaldstæði, bara tekið vetur, þú veist, samt ekki þegar það var snjór sko, bara þegar það var bara gult grasið, tekið, manni í janúar, bara Skaftafelli, engin snjór þar, og sýndi þetta svona stóra myndir alveg 1,5 sinnum 1 metr, þú veist, það var ekkert mikil áhuga á þessu, sko, bara einhvern veginn, svona, downfall, sko, af eftir bensíni með okkar, það var vinsælt, en ég er samt svolítið sátti við þetta verk, samt þetta tjaldstæðin, En verkið þín hafa oft verið mjög umdeild. Já, það er hlutverk listamanns, það er að rugga bátnum svolítið. Já. Sýningi þín með matadiskana. Já, Já, ég glimti henni, já. Þannig tókstu upp í Orkuvit, bara matadiskar. Já, og ég man að það er umræðið sem að ég kom að, sem sagt ekkert opinberlega, en svona, veist, og það var svolítið svona, hvað er að spessa að gera? Já. Ég náði alltaf hvað varst að gera. Já. Og þannig að verkinu hafa oft verið mjög umdeild. Já, þetta. Svona hjá fólki. Já. Sem er gott. Já. Öll umræði, góð umræði. Já, ég er alveg, það var svona ánægilegt að gera það verk, og að geta bara fengið þá hugmynd að gera þetta verk og einhver borga bara fyrir það og að gera bók og myndindir að það prentaður upp og svona skilur Orkuveita gerði það bara og þú veist Orkuveita var svona fyrirtæki sem var mjög framsækið, þú veist, þeir stóðu alveg við það að vera með myndlistaverk svona í húsinu, skilur, það var bara svona hugstuð bara inn í rýminn, þú veist, og mjög flott og Rákvita galleri sem heit 100 gráður, þetta sýndi myndlistamenn og fengu borgað fyrir það, skilur, og öll verkin voru allir kostnaðir fyrir verkin voru borgað og ég hefði reyndar ekki fengið borgað engin laun en bara fekk alveg allan kostnaðinn og bókin var gerð og það var alveg budget en að geta fengið svona hugmynd sko. Seldið þú þeim hugmyndum? Já, eða bara mér var búið að sýna hana og ég er búið í mat hátíðismat og bara svona ræði við Kolbein sem sá þetta galleri og ég veit ekki hvað ég er að fara að gera og svona og þetta var svona flott eldhús bara alveg bara svona buffet bara og maður búin að borða þá setti maður og þetta var svona bakkar sko settur og svona gat á veggnum og svona færiband sem rúllaði svona setti bara bakkan á færiband svo bara hvar bakkin í myrkri bara og hvert fer bakkin ég fæði að kíkja það og það kemur bara inn í eldhús og það bara og þá fæði þessi hugmynd bara að mynda bara alla bakkana sem koma inn í eldhúsið og heitið á verkinu átti að vera bara matseðillinn og ég ætla að mynda bara alla matardiskana sem kemur inn bakkana og þetta var allt ákveðið fyrirfram og þannig að þá beið ég bara eftir því að það kom svona flottur títill þessi dagur hafði svona þessi dagur hér hafði þann títill og var kjúklingalund fajitas að hætti Google-manna Mexikosk maísúpa og súkkulaðis þá bara var það titillinn á verkinu og bókinu og svo skrifaði Jón Proppe
verkið og svo skrifaði Sjón svona hugleiðingu þú veist, hvernig maður skilur við, þú veist, diskinn, sko. Og þá þetta rauninni svona hortir þetta af starfsfólki, sko, orkuveituna, þú veist, hérna. Hvernig skilja við þessu? Já, bara, engin vissin þetta af þess að þetta var í gangi, sko, og þetta held ég 186 bakkar, sko. Það var einhverju sem fóru í uppvaskni, skilu, og svo er þetta láta stoppa út af myndatökunni. Konurnar af sem voru að vaska upp, sko, því að það var baktur og tegn og settir í rekka. Það skildi ekki í því ákveðum, nei, ekki taka þetta, og ég var með 2 aðstofamenn og var stórri tröppu, þú veist, og með stóra 3-fót og mjög flotta mynd, Hasselblad mynd með stafrænu baki, Phase 1 baki, þannig að það var rosalega gott quality á þessu, sko. Og svo var bara hvítur bakgrunn og ljós og allt, og svo var ég bara upp í stegunum og svo var eitt sem tók bakkan og setti í rekkan og annar var að taka úr rekkan og leggja á gólfið fyrir mig og ég bara tók bara eina mynd af hverju og það var bara, en ég mynda þessa bók bara klukkutíma 180 myndir. Það var eitt klikk á hvað disk. Það var næsti og svo var bara alveg eins myndir, skilur, kannski bakkið styrir aðeins öðru í sig, það var ekkert alveg, alltaf alveg beint, þú veist. Það var mér fint, sko. Mér finnst þetta flott bók, bara gratuleira með það. Já, þetta er mjög flott bók nefnilega. En svo koncept öll í gegn einhvern veginn. En svo fórstu til Kansas, við erum aðeins að koma þar við. Já. Hvað varst þetta velast í Kansas? Af svona redneck country eitthvað? Sko, ég var búin að vera, ég glemdi að tala það, sko, eftir að mér rann þá byrjaði að vera mótur og það var svona, hjálpaði mér svolítið, sko, að vera bara edrú og svona, svo kom smá pása í því og svona, ég var svona japansku hjóli og svona, langi alltaf í Harley, svo hafði ég alltaf efna Harley og gitt mér Harley og þá fyrir svolítið að rannsaka mótorhjólakúst og langaði svolítið að gera heimildamynd hvernig þessi kúltúr eru til og þá þessi mótorhjólakúltúr sem svona þessi 1% klúbar spretta af, þessi Hells Angels, Bandit og þessi klúbar, og fer til Ameríku svolítið að hjóla og svo leit ég smíða fyrir mig hjóli í Ameríku í Las Vegas og fer á því stæðsta svona mótorhjólmót í heiminu sem heitir þetta mótor í Sturgis Dakota, Suður Dakota og hjóla því frá Las Vegas og til Suður Dakota og svo þaðan til Memphis og geymi að þar hjá vinum mínu þar og þetta var 2008 og þá orðin ritstjóri Harley Davidson blaðsins á Íslandi og myndast í það og svona og var með svolítið flott að greina, gerði grein einmitt Sturgis og seldi ég þá grein líka í Science mótorhjólblað, flott blað og svona og Daytona og Indian Larry í New York og svona og hann legend. Já og þá var hann þetta nýtt dáin, sko, gerði viðtalið Paul Cox og Kano og Var þetta heimildamynd? Nei, þetta var svona ég var svona svolítið að researcha svona, bara svona finna einhvern flöt á þessu, og svo ég komið með hann og svona bara að skrifa lauslegt handrit en ég finn það ég þarf að koma svo aðeins inn í kúltúrinn, einhver aðeins
innundir heldur en að vera bara svona, taka svona ytrabyrði, svona, vildi svona komast aðeins inn í kúltinu, og hérna helst geta svolítið lifað með svona klúbbum, sko. Og hérna, og þá þurfti að fá landvistarleyfi og kona mín var að læra, hún var í listfræði í Háskóla Íslands og hérna, og hún stingur upp, kannski verður hún bara þá í skiptina og hérna, þá fáum við hérna landvistarleyfi og námslán og það allt og þannig að við hérna gerum það bara hérna, hún fyrir skiptina og við bara, þá getur ekki beint valið, þú getur ekki valið ykkur stöðum, skilur, og hérna, og allir þessu aðalstæðin sem New York og LA, það er allt upptekið, skilur, en þú getur fengið Kansas og það er svona, hljómaður getur einhver rosalega vel, sko, en svo hérna, jú, hvað er það? Og svo þurfum við að skoða það og þá er það bara svona pallbílar og hérna derhúfur og hattar og hérna. Það er alveg redneck country, ja, sko. Og byssur, sko. Jú. Og hérna, mér líst svolítið vel það bara, fyrir það og hérna, fljótlega kaupið við bara svona pallbíl, bara svona Dodge Ram, svona. Alveg blendin. Já, bara hérna, það var líka hugstað til þess að geta náði í mótíhjóli sem var í Memphis, sko. Og með svona svolítið stórum palli, sko, svona extension kapp, ekki alveg doppelkapp, svona, og þá stækka bara pallurinn aðeins, sko. Svo fer ég bara á honum til Memphis, svolítið drusla, svona samtalið, svona, bara með afturhjóladrifin, ekkert framhjóladrifin, bara svona venjulegur pakkbíl, sko. Samtalið 8 cylindra vél og svona, gaf bríð og spólar bara, sko. Og ég man eftir að það var svona 35 stiga hiti og airconditioner bílu, þú veist, og svona, ég fíla þetta sveikta andrúmsloft, skilur, og svo bara, þetta á country bara, skilur, útvarpinu, skilur, allt í botnu, svaka fílingur, sko. Þannig þú tókst þetta alveg borð. Já. Þú varst bara redneck í Kansas. Svo næ ég bara hjólið hann í Memphis og kem með það bara pallinu tilbaka og þá er það hérna, í rauninni, sko, það, sko, þá eftir að skráða, að ég var bara með svona moving permittina númer, sko, sem var bara gilt í 1-2 mánuði, bara með að færa það til milli landshluta og hérna. Og ég fer í umferð eftirlitið hana og spyr hvað ég þurfi, þú veist, til þess að fá númer og dóli skráði, þetta er bara sér smíði, skilur, þetta var ekkert harlega neitt, sko. Það er sagt í ára með stefnir og flautu og hraðamæl og þetta eitthvað, ok, og mér líst ekki á það og ekki að sleppa við það og nei, það er ekki takt og ég fyrir að tala við hérna, Harley umbóðin og þetta er bara þetta bara, það er að gera þetta bara og hérna, ég er eitthvað óánægður með þetta og svona, þetta passa ekki til þetta hjól að vera svona með þessar aukabúnað á og hérna sem heitir öryggisbúnaður í dag. Já, og hérna þá kemur einn maður til mig og segir, þú veist, það er einn maður þetta sem býr í litlu bæ sem heitir Frankfurt og hann er svona tjóper smíðari, svona mótjólasmiður og ég er með númer hjá hann og ég ringi það ansar ekkert, ég ringi nokkuð þetta ansar aldrei, en ég ber bara á pappinu og fljótlega finn ég bara hvað þetta vexta og lappa þetta inn, þú veist, það var þetta svona stór maður, svona góðlegur svona, og ég kynni mig þetta sé að gera svona heimildamöndum minna amerísku mótorhjólamenningun og sé með svona tjóppur sem fá skráðan og svona en það er svona vesinn út að það fyrir að vera með stefnir og svona eitthvað og hans við maður sína með mynda á hjóli og ég sína með mynd og hann list svolítið vel á þetta og hann sem bara, já, ég get að reyta þessu og ok og komið bara með hjólið og maður komið með á morgun já,
bara kemur hjólið bara daginn eftir á pallbílnum sko. Og þá tók ég hjólið bara af pallinu og setja hann upp á svona lyftu, svo hringir hann og eitthvað og segir já, hann kemur eftir hálftíma eitthvað svona. Okay, hver kemur aðrina bara polísmenn einhver og svo kom svona hæfi patrullgaur löggaði með hattinn hérna, þú veist, og alveg í hérna öllum búningunum, löggubílur fyrir utan skilur og Haglabyssan? Já, kemur bara inn og já, bara og heilsar hérna hann kom mér og hvað málið, já, þú að fá þetta hjólskráð þarna, já, ok, og svo fyrir maður les bara skrifur númerin á svona form, skilur af hálsinum og hvað þetta hvað hjólið þetta og bara skrifa svo undir rétti mér og þá bara komið með bara leyfi til þess að hafa bara hjólið eins og það var, skilur. Og þetta ekki svona aukadrasl eins og stefnileg. Nei, engan aukabúnað. Og þannig, þarna verið komin í svona það var svo góð mál nefnilega. Þessi strákur, hann var þetta pappa sem var 70 og hann bara verið mótjóla alveg í næstu 50 ár skilur og allir vinir hans, allir svona bara kringum 65-70 sko og svo svona synir allir þessar kalla voru allir á Harley og þetta var svona lítil 500 manna bær og allir á tjoppur og þar þú veit að hann smíðaði hjól fyrir alla, skilur. Allir okkur svakalegum og svo háum hjólum, skilur. Ekki miklu reykja, bara svona há, maður var svo undirstýri, skilur. Ekki eitthvað svona aparuleg, bara svona. Já. Og þetta er flottur stíl, sko, Þetta er listform, smíða mótjóla. Já, þá ég bara komin þetta bara alveg inn í einsta hring og þetta er eiginlega svona, þetta er komin alveg bara svona að svona kjarna málsins, þú veist, hvernig þannig að þá bara var ég eiginlega, svo var ég árið svona, á þessu ári var ég árið svona nettektur, sko, sagan gengur alveg í gegnum kúltúr, skilur alveg svona, þannig að þau kæmi langt að þá hafði einhver heyrt mig og þannig að ég var greinilega alveg samþyktur alveg inn í skilur alls þar að því fór og kynnti svo þessum 1% klúbum sem voru í Kansas sem Gallup Goose og El Forastero, það ekkert mikið Hells Angels þarna þannig að þetta var alveg en svo náðist bara aldrei að fjármagna myndina, þú veist, og svo þetta er svolítið eins og þessi flegasetning, sko, ferðaði miklu mikilvægari heldur en útkoman, þannig að svona, þetta er áfangastæði. Ég fór í já, þannig að ég eyddi heilmiklum tíma og peningum í þetta og engin mynd en ég ferðalagi búið að vera rosa skemmtileg sko og ég sé ekki eftir einasta lífsreynsla. Já, bara og þetta fólk sem ég kynnt þetta bara vinir for life sko. En svona að því að vera síg og setja hlutan í okkur, hvað ert að gera af þér þessa dagana? Hvað er planið í dag? Spes. Planið? Já. Ég er að gera heimildamöndi megas núna og já, ég er bara að klára það og svo bara langar mér eiginlega að gera bara bíómynd. Ok. Leiknamynd? Leiknamynd, sko, sem svona periódumynd, sko. Hvaða periód erum við að tala? Það er 1980. Ok. Það gerist í Danmörku, Kristjaníu og Póllandi. Er það
byggt á einhverju reynsluheimi? Já, byggt á bara eina sem ég lendi í. Based on a true story. Já. Það spennandi. Mjög ása myndrænt og skrautleg, sko, svona svolítið súr saga, sko. Sagan þín búin að vera súr? Já, ég segi það. Já. Og skemmtilega þegar maður horfir tilbaka. Nákvæmlega. Ég tek undir, það ekkert kannski gaman að rifja upp atvik úr fortíðinni, en svona eftir á var þetta skemmtileg lífsreynsla. Já, algjörlega. Og núna sé ég alveg bara sjóndeitringin alveg bara og það alveg eina bjart framöndan. Til hamingju með það. Þetta hamingju saman spesi? Já, ég svolítið hamingju saman. Ég vil þetta gott að Spesi, takk fyrir að koma og gaman að fá þig. Já, gaman að heimsækja. Sjáumst í næstu viku. Takk fyrir að sitja með okkur.